En ef við vindum okkur beint í málið að þá eru 3 persónur sem við þurfum að þekkja til þess að skilja atburðarásina alveg. Það er hann Þorlákur, Gunni og Siggi. Þorlákur var fæddur í júní árið 1942 og var því 47 ára gamall þegar þetta mál átti sér stað. Hann starfaði sem afgreiðslumaður á bensínstöðinni í Stóragerði og í gögnum málsins kemur fram að vinnufélagar hans og önnur vitni lýst honum sem einstaklega stundvísum, ábyrgum og góðum starfsmanni. Það var regla frekar en undantekning að Þorsteinn var mættur fyrstur alla til vinnu og samkvæmt öllum var hann alla tíð mjög samviskusami maður í sínum störfum. Hann Siggi var fæddur árið 1956 og var því 34 ára gamall á þessum tíma. Hann deildi heimili á Smiðjustíg með Gunna og kærustum þeirra beggja. Siggi og Gunni búa saman með kærustum sínum. Lífshættir þeirra einkenndust af neyslu vímuefna. Hann Siggi drakk mikið og notaði ýmis vímuefni. Siggi hafði á einhverjum tímapunkti starfað sjálfur á bensínstöðinni í Stóragerði ásamt Þorláki, en hann virðist hafa átt erfitt með því að halda vinnu til lengdar. Í dóminum því lýst að Siggi hafi ekki notið mikilla skólagöngu og að hugsun hans hafi verið fremur óþroskuð. Þá virðist hann hafa átt erfiða æsku og leiddist því miður ungur í afbrot og notkun á vímuefnum. Hann Gunni var fæddur árið 1962 og var því 28 ára þegar málið átt sér stað, sem gerir hann að yngsta manninum í þessum hópi. Líkt og ég sagði áðan að þá bjó hann á Smiðjustígnum ásamt Sigga og þeirra kærustum. Gunni hafði margsinnis reynt að fara í meðferð en ekki náði að halda sér edrú til lengdar. Stuttu áður en atburðurinn í Stóragerði átti sér stað